Ég ætla fyrst að nefna þessa bók hérna núna. Þetta heitir Skáldrósa, heildarsafn kveðskapar. Þarna vorum við að taka saman allt sem Skáldrósu hefur verið eignað. Það ein vísa sem að þið kannist eflaust við sem að segir að Rósa og Páll Melsteð hafi hist einhvern tíman löngu seinna og þá hafa hann eitthvað lítið vilja kannast við hann og þá orti hún manni okkar fyrir í fund, forð og ástin í enni, nú er svo hundur hund hitt og tófu grein. Ég hef stundum vitnað í þessa vísu og við erum ekki svolítið væntum hana. Ég nefnilega hef séð hund á tófu grein. Ég veit ekki hvað margir hafa upplifað það. En þeir sem hafa séð hund á tófu greini þeir leggja kannski svolítið sterkari menningu í þetta, skilja þetta betur. Því að hundar, já, það eru óskaplega tilþrif þegar þau koma í lyktina af tófunum. Jón og Hvanna átti mörg skemmtileg og óvenjuleg tilsvör og sitthvað kom upp á sem valdi gat ágreiningin sveitarstjórnarinnar. Þegar Sigurður Þorsteinsson leitaði eftir því að flytja með sína stóru fjölskyldu í Teigarsel kom það málinn á borð Jóns Oddvita sem tók því fagnandi og gerði allt hvað hann gat til að greiða götu Sigurðar á allan hátt. Enda fór svo að þau hjón settust þar að og komu sér fyrir með barnahópinn. Þegar þetta gerðist voru erfiðir tímar og hreppsnefndarmenn brugðust ókvæða við þegar þeir fréttu af þessu, töldu verulega hættu á að sveitarsjóður yrði fyrir búsifið með þessu fólki. Einhverjir þeirra gerðu sér ferð í Hvanná og spurðu Jón hvers vegna í ósköpunum hann hefði ekki borið þetta undir sveitarstjórn. Jón átti það til að stama svolítið meira en venjulega þegar hún var mikið niðri fyrir, en svarið var gefið í fullri hreinskilni og ekki dregið undan. Það var ekki hægt. Þið hefðu aldrei samþykkt það. Gunnar á Fossvötnum var frægur fyrir skemmtilega sögur sem hann spann upp af mikilli hugkvæmni. Hann var fulltrúi á aðalfundum kaupfélags héraðsbúa í tíð Þorsteins Jónssonar kaupfélagsstjóra. Að loknum fundunum brugðu menn gjarnan á léttara hjal og sögðu sögur. Þorsteinn tók sig eitt sinn til og kvaddi sér hljóðs við það tækifæri. Dró hann 50 króna seðil sem þá var allmikið fé og sagði hátt og snjallt: sá sem getur logið mestu á styrstum tíma fær þennan seðil. Gunnar brost við leið og Þorsteinn hafði sleppt orðinu og sagði: ég get ekki tekið þátt í þessu, Þorsteinn minn, ég hef nefnilega aldrei logið á ævi minn. Gunnar fekk seðilinn umsvifalaust. Í maí kom út þessi bók hérna. Hún heitir Ekkert eitt og er eftir 30 skáldkonu á Seyðisfirði. Hún heitir Sandra Ólafsdóttir. Höfuðið þungt á koddanum. Hugsanir svo margar, nævarla andanum. Hann farir í hjartanum. Mér er ískalt, efasemdir og ótti, sjálfshatri tífalt. Flóðbylgja af tilfinningum sem festast og stoppa. Djöflarnir komnir til þess að narta og kroppa. Toga mig af lakinu inn í speglasal, fullan af blekkingum. Ég sé hangandi kaðal. Raddirnar segja mér að ég sé einskis virði. Kálaði þig strax, svo þú hættir að vera byrði á fólkinu sem þú elskar mest. Hengdu þig. Það veri best. Þakklát fyrir svo margt, þær brautir sem ég fór skakt fyrir hugrekkið og tjáninguna, sigrana og þjáninguna. Allt hefur sinn tilgang. Lyklar með aðgang að vaknandi sál, líkt og brennandi bál. En það er svona ferðalags sem gefur mýkt og nýjan dag inn í batnandi heim. Ekkert við á móti þeim. Við erum öll eitt og saman getum við breytt þessum heimi í paradís. Það er það sem ég kýs.
ég er allt, ég er ekkert, eitt. Á árið 2001 þá hófum við útgáfu á bókaflokk sem nefnist einfallega Austfirsk ljóðskáld. Og síðan hefur komið út ein bók í þessum flokk á hverju ári. Og svo 22. kom út bara núna fyrir hálfu mánuð, við fengum hana fyrir hálfu mánuð í útprentsmiðju. Og hún heitir Öræfanna andar svífa og höfundarnir eru 4. Það eru systkinin frá Heiðarseli í Jökuldalsheiði. Erindið heitir Lýðræði. Lýðræði skal miðað við málstað hinna ríku, svo mammon geti óhindrað stigið sérhvert spor. Rangsleitnin er mögnuð og rennur ekki af hólmi, þó ritningi sé lesin og þulið faðir vor. Þannig er ekkert verið að skafa utan á hlutunum, það er alveg ljóst hvernig Einar hugsaði. Svo staka. Þó að heimsins gott sé gjald og gullið auki framan, í lokin fúið ferðatjald, flestir brjóta saman. Aftan á bókinni er ljóð eftir Sólveigu og heitir Til Jökuldalsheiðarinnar. Öræfanna andar svífa yfir vötnunum. Hér liggja öll mín æskuspor inni á heiðunum. Störin andar iðjagræn úti í flóunum. Lóan syngur ljúfan óð í laufguðum móunum. Alger friður, engin skuggi, ekki eru fjöllin breytt. Ég horfi upp í himininn og hugsa ekki neitt. Ég les svo hérna nokkrar lausavísur eftir Arnheiði, en hún var snillingur í gerð lausavísna. Blindri leit og langri þrá las ég harða kostinn. Liggur bak við lás og slá, ljóðadísin brostin. Sumra logar beiskubál, þótt brosi kviki á vörum, er sem leynist eitrað stál undir hægum svörum. Stormur sveigir stráin bleik, steypist aldað sandi, nú er þráin vísin, veik á vona minna landi. Ævintýri og ástarþrá, enginn frá mér hrekur, meðan vona báran blá, brosið endurvekur. Hjaltastaði Þinghá. Okkar gjöfula sveit er gróðri vafin öll, með glófögur vötnin og hinn tignarleg fjöll. Fljótin 2 straumþung falla hafsins til, fuglasöngur orkar sterkt í suðmaríl. Hraunabrekkan, hjálpartjörn með hríslur, tanga og skörð, dyrfjöllin og beinageitin halda hér vörð. Ljóð Inúíta. Þetta er allt saman efni sem er samið fyrir meir en 100 árum og eins og framkom safnað af Knúti Rasmussen bæði í Kanada og á Grænlandi. Þessi ljóð eru gerð áður en að Inúítar fengu ritmál og þau eru öll samin við lag sem höfundarnir sömdu leið og þau sömdu textan og urðu náttúrulega að geyma þetta allt í minni og rím þekktist ekki hjá þeim en það var ákveðin taktur sem að varð að hafa því að þetta var flutt með sungið sem sagt og lekið undir á trommu
og gjarnan var kór með. Eitt sem heitir Hreyfing og söngur sem alltaf kom særingakonunni Úvanúk í leiðslu. Hið mikla haf kemur mér á hreyfingu. Hið mikla haf kemur mér á rek. Það vaggar mér líkt og áin bylgjar sefið. Hvolf himnanna koma mér á hreyfingu. Hið máttuga veður blæsi gegnum huga minn. Það hrífur mig með sér svo ég skelf af gleði. Ég vil hér í lokin bara rétt nefna nokkrar fleiri bækur. Það voru náttúrulega fleiri bækur sem voru með í lestinni og höfundar sem hafa verið að lesa úr þeim. Þar kannski fyrst að nefna Unni Sveinsdóttur sem stöðfirringur að ættu uppruna og hún gaf árið 2015 út ásamt Högna Páli Harðarsyni athyglisverða bók ferðalag á mótorhjólum frá Fáskrúðsfirði til Mongólíu sem heitir Vegabréf, vísakort og lyklar að hjólinu og nú hún hins vegar á allt öðrum slóðum og með bókum 12 ára strák sem lendir í ýmiss konar hættum og bókin heitir Skotti og sáttmálin og gefin út af Allsherjar EHF. Á Vopnafirði þar var lesið úr bók sem heitir Bustarfell, saga jarðar og ættar sem stórmerkileg bók sem minjasafnið á Bustafelli gaf út í ár og ritstjóri bókarinnar og höfundur hluta efnis Finnur Ágúst Ingimundarson sem var sendur 9 ára gamall í sveit í Bustarfell og vann síðan á minjasafninu á sumrin og í bókinu meðal annars birt 2 handrit sem ekki hafa komið á prenti áður og annars vegar það handrit sér Einars Jónssonar Bustarfellsættina og hins vegar skrifu Metúsalemssonar búskaparhætti, húsakost og hvernig safnið var til. Þannig að þið sjáu það af nógu að taka fyrir jólapakkana þetta árið af austfirskri eða útgáfu og bóku sem tengjast Austurlandi með einhverjum hætti. En þetta búin að vera góð stund hér í dag og ég vil bara að við klöppum fyrir höfundunum sem eru búin að gefa okkur hér á orðum sínum.